Komið þið sæl, það var bjart og fallegt víða á landinu í dag, svolítið skýjað og stöku él á norðaustanverðu landinu, sérstaklega til fjalla. Hiti fór mest í 13 gráður undir Vatnajökli í Skaftafelli en var víða svona 8 til 10 gráður þar sem hann varð mestur bæði á vestanverðu landinu og eins fyrir norðan. Það er nú ekkert gríðarleg breyting á veðrinu næstu daga. Það er ennþá kalt loft yfir landinu, hæðin ræður hér ríkjum og lægðirnar fara langt suður af okkur með hlýjaloftið. Við sjáum síðan að það kólnar enn frekar þegar líður á vikuna og jafnvel útlit fyrir einhverja snjókomu eða slyddu allavega í byggð miðja viku. Við sjáum hérna hvernig heimskautaloftið heldur áfram að leka hérna yfir landi. Það er komið hérna langt suður af okkur og raun og veru orðið mjög kalt líka í Skandinavíu og á Bretlandseyjum. Snjóaði sums staðar í Noregi í morgun þar sem hafði verið sól og sumar bara fyrir örfáum dögum. Og þar er í raun og veru kjarninn meiri kuldakjarninn heldur en hér. Á hitasviðskortinu sjáum við hvernig dægursveiflan hefur nú alltaf áhrif. Þetta verður þokkalegasti hiti allvíða á sunnan- og vestanverðu landinu á morgun. Í fyrramálið þá er áttin víða norðurlæg, það er nú ekki mjög mikill vindur í kortunum. Við sjáum hér að þetta er svona kannski mest 12 metrar á sekúndu á Austfjarðamiðum, annars staðar erum við að horfa á svona 3 til 10 metra á sekúndu. Strax í fyrramálið þá er hitinn nú kannski svona víða 5 til 8 stig með suðurströndina og líka á Vesturlandi, en það gæti orðið næturfrost á norðan- og austanverðu landinu og jafnvel hér suðvestan til. Síðdegis á morgun þá verður ósköp svipað veður, það hefur kannski hækkað aðeins hitinn svona eftir því sem að líður á daginn. Það verður nú kaldast hér allra nyrst á landinu og sennilega svona með norðausturströndin og jafnvel inn á hérað, en hins vegar er útlit fyrir að það verði bjart víðast hvar en má það búast við smá skúrum síðdegis á suðausturlandi. Á þriðjudag eða á mánudag fyrirgefið þá er nú útlit fyrir talsvert skúraveður hér á sunnanverðu landinu. Það er kalt í háloftunum og sólin nær að hita yfirborðið og það verða úr því svona fínar aðstæður til síðdegisskúra, en á norðanverðu landinu verður ekki jafn hlýtt þannig að það ætti nú úrkoman að vera lítil sem engin, en líklega þykknar svo lítið upp á austanverðu landinu. Það kólnar eins og ég sagði áðan á þriðjudag, það má jafnvel búast við slyddu á láglendi jafnvel í Eyjafirðinum til dæmis og með norður- og austurströndinni, svipað sögur að segja af Austfjörðum og þá líklega héraði. Á miðvikudag þá er ansi svona snörp norðaustanátt í kortunum og áframhaldandi kuldi á norðan- og austanverðu landinu. Það verður ekkert ofsalega hlýtt hér sunnan og vestan til, en það rofar þó til og ætti að vera bjartviðri í þeim landshlutum. Ef við bregðum okkur örlítið til Skandinavíu og Norður-Evrópu, þá sjáum að þar hefur verið kalt. Það er ekki nema 5 gráður í Bergen og rignir þar, 9 gráður í Kaupmannahöfn og svo sjáum við að það eru skúrir eða rigning allvíða í Mið- og Suður-Evrópu líka. Það má búast við því að það hlýni náttúrulega þegar við förum svolítið sunnar, en það er þá ekki nema 12 stiga hiti í Toulouse. Það er orðið svolítið hlýrra á Íberíuskaganum, hitinn farin að fara vel upp fyrir 20 gráður þegar best slætur miðjan dag og hitinn svona rétt eða yfir 20 gráðum á Kanaríeyjum. Það er búið að vera ansi stormasamt, sérstaklega við austurströnd Bandaríkjanna undanfarið og líka við vötnin miklu. Það er hins vegar útlit fyrir sól og blíðu við Mexíkóflóa og vesturströndinni og það fer að hlýna svolítið í eyðimörkinni vestan til í Bandaríkjunum. En það eru sem sagt áfram norðlægar áttir hjá okkur, það er hæði við landinu og kalt loft, það frystir allvíða að næturlagi á landinu, sérstaklega norðan og austan til, en það má búast við sól og svona þokkalegasta veðri hér sunnan og vestanlands. Hiti gæti farið mest í þetta svona 10 gráður á morgun, en síðan frystir jafnvel yfir daginn þegar líður á vikuna, einkum á Norðurlandi. Verið sæl.